Heil og sæl, kæru hlustendur og verið velkomin í þátt dagsins. Framundan skemmtilegur klukkutími með frábærum hjónum. Þau eru bæði gleðigjafar og hafa haft svo ótrúlega jákvæð áhrif á fólkið í kringum sig og einmitt þess vegna bauð ég þeim að koma í þáttinn. En áður en ég kynni þau til leiks, það langar mig bara að segja að þessi þáttur í boði verslunarinnar hjá Hrafnhildi. Ég kíkti þangað daginn til þess að finna mér spariföt og vá hvað mér leið vel. Þjónustan þeirra upp á 10 og úrvalið alveg magnað. Ég mæli heilshugar með að líta inn í verslun þeirra að Engjategi við fyrsta tækifæri. Í þætti dagsins eru hérna hjá mér hjónin Jóna Hrönn Bolladóttir og Bjarni Karlsson sem eru bæði prestar og frábærir einstaklingar. Takk kærlega fyrir að gefa ykkur tíma til að koma. Takk fyrir það. Ég voni að það hafi ekki verið streituvaldur að koma inn á Spáni. Það var náttúrulega yndislegt að koma hérna að MH, þar sem ég var náttúrulega hér í skóla og ég gerði það leik mínum að leggja rafmagnshjólunum mínu þar sem ég lagði Honda SS50 þegar ég var 16 ára. Nú ég 60 og legg rafmagnshjólunum sem ég gaf konu minni sem með rauðri körfu og mjög gaman. En skemmtilegt. En enn og aftur bara hjartanlega velkomin og mér langar svolítið að kynnast ykkur áður en við förum í þema dagsins. Má ég byrja þér, Jóna? Segja aðeins frá. Já, ég sem sagt fædd í Hrísey 1964 og þar voru foreldrar mínir bjuggu þau. Pabbi var prestur þar, Bolli Gústason, og mamma mín, Matthildur Jónsdóttir, var flutti beint úr Reykjavík þar sem hún var hárgreiðslumeistari og rak hárgreiðslustofu, en hann var frá Akureyri svo það var styttra fyrir hann að fara. Og svo fluttu þau í Laufás og Eyjafjörð og ég ein af 6 systkinum, svo það var nú líf og fjör á heimilinu og þau byggu þannig mörg ár. Og ég fór í menntaskólann Akureyri og meðan Bjarni fór í MH og svo hittust við í guðfræðideildinni. Ég fór í gegnum guðfræðideildina og svo vígðust við á svipuðum tíma og fóru saman sem presta til Vestmannaeyja og eigum 3 börn, Andra, Matthildur og Bollamá og 5 barnabörn. Wow. Við erum rosalega rík og þakklátt fyrir það. Alla þá dýrð sem það að fá þá gjöf að fá að eiga börn. Vegna þess að það ekki allir sem fá að lifa þær aðstæður. Það alveg rétt. En ég held að þetta sé nú, svo getum að tala um einhvern starfsferil, en það þetta er nú kannski það sem að nú samt að dýfsta og dýrmætasta, þannig ég svona byrja bara á því. Já, einmitt, það slett. En þú, Bjarni? Ég uppalinn bara í sólheimunum inn í Vogum og bara strákur úr Reykjavík og foreldrar mín voru kennarar og skólastjóri. Pabbi minn hét Karl Sævar Benediktsson og nýlega látin og Helga Steinunn Hróbjörnsdóttir heitir móður mín, voru hún öldruð manneskja og ég einn af 4 bræðrum og við vorum allir í MH. Ok, skemmtilegt. Þannig var nú bara það. Já. Og síðan hefur einmitt eins og Jónsson sagði okkar leiði lágu saman í háskólanum þegar ég kom í guðfræðideildina, þá var Jónsson að byrja það líka. Já, þið kynntust sem sagt þar. Já. Fóru saman í gegnum deildina, hann var ári styttra af því að við eignuðum miðlungin okkar og þannig ég tafðist 1 ár, þannig að hann kláraði ári fyrr og vígðist ári fyrr. Þriðja vaktin. Já, dæmigert. Einmitt, nákvæmlega. Og dæmigert líka að þetta var 1990 og 1 sem við flyttum til Vestmannaeyja og þá var ég búin að vera fangaprestur einn vetur, svona aðstofmaður fangapress og svo sækjum við brauð og það flögra ekki að neinum annað en að karlmaðurinn í sambandinu hlyti að sækja sóknprestar og svo myndum við sjá til hvernig þetta yrði með konuna. Þannig að svona var þetta þá og þetta mjög merkilegt að sjá breytinguna sem orðið hefur á gríðarlega stuttum tíma. Sem nú ánægilegt, líklega ég í
bara stærsta prestakalli landsins núna, sóknarprestur kona. Já. Þannig Já, að og bara engi spyrspurninga. Nei, Þetta var það. öllum finnst þetta eðlilegt, sko. Sem betur fyrir. Jón og Hrönn, jarðsöng var ekki fyrsta árið. Ég var búin að vera víð í heilt ára áður en ég byrjaði að jarðsyngja. Ok. Það var ekki alveg að finna, bara að láta konu. Já, fólk sagði, sko, við höfum aldrei séð konu jarða. Nú. Þannig að því að það náttúrulega þetta í Vestmannaeyjum var hefði alltaf verið kallprestar og þannig að ég sko fyrst í kvenpresturinn sem kem og þjón í kirkjunni og ég fann aldrei, það var engin illvilji. Nei, ok. Alls ekki bara, við höfum bara aldrei séð konu jarða og þetta var alveg innlagt, sko. Og það var svolítið fallegt að svo þegar fyrsta manneskjan sem ég jarðaði, það var gamall maður sem fullorðið maður sem átti konu sem var búin að liggja lengi á spítalanum og hann var ofboðslega að koma hverjum degi og vitja hennar og ég var að koma þarna svona vikulega, minnstakosti stundum oftar á sjúkrahúsið og þá sat ég oft með þeim í spjalli og svona kynntist honum vel og svo þegar hún lést og þá einmitt saði hann við fjölskyldunni sína börnina, hann vildi að Jónar myndi jarða og þau bara, já, viltu það? Og það hann sagt við því, fyrst að hún gat vitja móður ykkar vikulega í allan vetur, þá getur hún svo sannarlega að jarða hana. Og þetta allir bara svona, já, akkurat. Og það var fullorðinn kallmaður sem að sá til þess að ég myndi sjá fyrst útförin. Það var glerveggur brotin. Sko. Já, og það var ekki einhver hópur af feministum, það var fullorðinn maður sem var búin að fylgja konunni sinni gegnum mikil veikindi. En hvað kom til að þið urðu prestar? Þú náttúrulega kannski líka beint við hjá þér að foreldreinu voru prestar eða ekki? Jú, það var með mjög mótandi áhrif á mig og ég var svona strax sko bara sem barn mjög áhugasöm kirkjustarf og var með pappa að spila í sunnudagsskólanum og hjálpunum og svona bara mér varst þetta bara áhugavert starf og svona var mjög duglega að fylgja honum í starfi og hann að duglegur að hafa mig með þannig það hafði mjög mikil áhrif og af þessum 6 sískina hópi eru 3 prestar þannig að það er alveg öruggt að þau hafa bæði haft mjög mótandi áhrif. Ég var sko alveg upp í KFMK og mjög góðar minningar það, nú er ég kristjálfum skóla samtökum og slíkt, en 12 ára gamall, það hefði held ég mestu áhrifin, þá fekk ég vinnu svona sem matvinnungur í sumarbúðunum í Skálholti og upplifði þar að bara vera í þessu sumarbúðastarfi og bara þetta var svo gaman og svona einhvern veginn gríðarlega gefand og þannig að ég var svona 12 ára gamall, þá vissi ég, heyrðu, mig langar að gera eitthvað svona. Já, þannig að mjög snemma mótaðist hjá mér tilfinningi fyrir því að ég vildi vera í svona félagsstarfi með fólki og hugsanlega einmitt kirkjulegu kristilegu starfi. Það var bara mjög snemma sem að ég vissi það. Já. Og við hefum bæðið hennar bakgrunn, ég vann sko 14, 15, 16, 17, 18, þá var ég öll sumur að vinna í sumarbúðunum á Vestmannsvatni í Aðaldal. Þannig við hefum svona mjög líkan bakgrunn að því að hafa svona tekið svona fljótt svolítið svona leiðtogarhlutverk innan kirkjunum, rauninni bara 12 og 14 ára, þá vorum við komin í þannig hlutverk, svolítið svona að vera leiðtogar eða já, fræðarar og það er náttúrulega áhugavert. Og svo hef ég oft sagt söguna því sko þegar hún var ekkert að taka eftir mér guðferðatildin og hún var ekki að rekistera sko að ég væri að reyna við hana sko. Bara nei, þá réði ég hann í vinnu til að vinna sko ég stofna sumarbúðu fyrir þjóðkirkjuna í Laugagerðisskóla Snæfellsnesi, bara spyrja, heyrðu, ert þú til í að koma hérna? Já, alveg til í að vinna. Þannig hófst okkar samband með ráðningarsambandi. Já, það var ráðningarsamband. Já. Æ, gaman. En nú veit ég að preststarfið er mjög krefjandi starf, en hvað er svona mest gefandi við starfið? Endalaust gefandi. Það er bara, já. Það eru auðvitað öll þessi mannlegu tengsl sem að fara strax á svona rosalega djúpan stað og hvort sem að þú ert að sko undirbúa skýrt með fólki
eða undirbúa jarðaför, undirbúa brúðkaup, þetta svo rosalega stórir atburður og svo ofboðslega tímamót, eignast maka, kveðja ástin, að það bara, það kemur til fólk, þú kannski aldrei hitta áður og það bara búm, þeir eru bara farið inn í sko það dýfsta, bæði dýfstu gleði og dýfstu sorg og þér sýndur svo brjálæðislegu trúnaður og þú hefur allt í einu þú er bara allt í einu svona, það er bara svona sterkt henging af fólki sem bara dettur inn á götunni. Þetta er ótrúlega merkilegt. Já, það er bara hreinlega, það er rauninni í pressstarfinu þá líður dagurinn að þú lítur á klukkunum nema bara ætla að reyna að vera á réttum stað réttum tím og það er aldrei það gerist ekki sko það getur verið einhverjir þættir eins og bara einhverja skýrslugerð að þú sest niður á er bara illa fyrir kallar og þarft að klára þess að ræða eitthvað svona getur verið slíkir erfið hlutir og mikið af því sem að skrifa svona utanvennilegs vinnutíma undir álag eitthvað svona en þessi mannlegu samskipti sem eru hið raunverulega inntak presstarsins það að hitta fólk í sálgæslunum þar sem að þú ert alltaf bara að lána á þau taugakerfið þú bara vinnur við að lána á þau taugakerfið hversu skrítið er það? Já. Er það sálgæsla? Því ég ætlaði einmitt að spyrja hver er skilgreiningin á sálgæslu? Sálgæsla er að lána á sig taugakerfið og spegla fólk og þá er eins gott að vera í lagi sko maður verður að halda heilsu í pressstarfi og til líkam og sálar og vera sæmilega hafa svolítið gott svona sjónarhorn á sjálfan sig og hafa sér raunverulega í tékki vegna þess að það náttúrulega þegar þú færð mikinn trúnað og mikið traust þá er líka hægt að gera alveg stór mistök fer enginn í gegnum pressstarfi að gera alvarleg mistök hver einasti prestur gerir alvarleg mistök og verður að vinna með það og þannig er náttúrulega með allt fólk sem að fær mikinn trúnað og fær hvort sem það er sko kennarastarf eða læknistarf eða hvað sem er sko en maður verður alltaf að vera einmitt með lífið í lúkur, maður ekki það sem þátturinn heit með lífið í lúkur ég held að maður gerir einhvern tímann alvarleg mistök, ég myndi ekki nota þetta ég myndi segja bara, maður gerir bara oft mistök sko að bara þú veist kannski við þurfum ekki endilega að flokka það sem alvarleg en þú veist að maður les kannski ekki alltaf rétt í allt og svo sko mér finnst það sem ég er oft svo erfitt það er svo bara svo mikil fegurð yfir svo ofboðslega mörgu bara svo, það er svo mikil fegurð yfir þessum djúpu tengslum mér finnst eiginlega erfiðast að því ég er ofta að deila og segja frá starfinu og líka bara auglýsa að fá fólk til að sækja viðburði það til dæmis bara núna í morgun þá vorum við með ungbarnan undan foreldramótnum og það var ekki pláss það var svo margt fólk þannig að við bárum borðu og bættist fólk sko, þannig að þú veist maður er alltaf að sko líka svona reka svona alls konar starf, félagsstarf en sko það sem er fegurst í starfni getur maður aldrei sagt frá og það sem maður sko hreyfir mest við manni og mér finnst það oft sko þú veist stundur langar mér svo að segja alheiminum sko hvað fólk er fallegt og hvað fólk vinnur hvernig fólk vinnur úr þannig að maður er gapandi og hissa og bara hrærður þú veist, mér langar svo ofta að segja frá þessu og það er líka sko, og það getur líka verið svolítið flókið fyrir mann sem manneskju af því að það er svo margir sem er að kroppa í kirkjuna og gagnrýna kirkjuna og segja presta ger ekki neitt og svo er maður að gera eitthvað sem er svo stórfenglegt, maður getur aldrei sagt frá því og maður þarf alveg sko, maður þarf alveg að aga maður hafa sjálfstjórn vegna þess að sko maður veit að maður hefur hlutið það sem maður gerir gríðalegt gagn, maður getur aldrei sagt frá því skilur, læknarnir geta sagt frá því þetta er bara gert í læknaskýslum og þetta liggur allt fyrir það liggur ekkert fyrir og þannig að sko og það er ekki endilega sko til þess að maður þurfi upphefja pressstarfi, það er bara til að sýna hvað fólk er magnað og hvað fólk hefur ofboðsleg verkfæri í sínu innra sjálfi til þess að vinna úr því sem er óbærilegt Akkurat Það hefur búið að vera mjög merkilegt vegna þegar við vorum að byrja í pressstarfinu
þá var presthlutverki mjög svona dálítið svona óumdeilt í samfélaginu og svo núna höfum við lifað svona seinni hlutan, þetta er svo merkilegt einmitt þegar maður er að ná sko enn dýpri tökum og bara starfsánægjan sko bara síðustu 10-20 árin bara svo djúp sko, en á sama tíma er einmitt svona tími í samfélaginu þar sem að það líður ekki svo vika að, myndi ég segja, í mínu starfi, svo ég bara tala fyrir sjálf að maður verði svona, finnir svona djúpa fyrirlitningu, alvarlegan yfirgang. Vegna þess að maður er prestur, vegna þess að maður er trúaður. Okay. Það er bara þannig. Það er algjört skotleyfi og þú steinheldur kæftið, þú bara tekur svo veist að heyrðu, hér er einhver að tala inn úr sínu barna sjálfi og bara þetta má og þú svarar þessu ekki, þú bara leifir þess að ganga hjá, setur þetta bara ekki á vandastæðin og heldur svo áfram þínu starfi. Þetta er bara held ég sko, og það er bara svona. Ég hef stundu sagt sko um þetta starf sko, það er svolítið þannig sko, þú ert ýmist sko fávitið eða engill. Sko, ýmist ertu sko talin fávitið og veitir ekkert í þínu haus og ekkert þú ert að fara og þú trúir eitthvað sem er svo fáralegt og bjánalegt sko og svo ertu sko í hugum annara sko sem sendibúði Guðs. Og þetta er svo, ég meina, ég vaknaði bara í morgun og það var bara skilabóð hérna, ég held þú sért ógeð, þú veist, og þetta er náttúrulega byrja morgunin svona, skilur og það er líka, sko, auðvitað bara, er þetta eitthvað stjórnleysi auðvitað, en þetta er svona hlut af starfinu að það er svona ákveð bara, sko, veiðileyfi á þig af því að þú ert prestur og af því að þú ert átt trú og boðar trú og vinnur á þeim vettvangi og þá er sko það er svo sko það er blákveðið skotlu ég bara langar bara að segja það því ég er ekki til að segja það og ég er að segja líka þú veist þessi skilaboð þau marka mikið í dag vegna þess að ég bara búin að vera svo lengi í þessu starfi, ég veit að ef einhver tala svona þá er bara líður honum illa, þetta snýr bara alls ekkert að mér. En af því ég er prestur og af því það er þetta viðþorf að þú mátt sko bæði drulla yfir trúabrögð og trú og menning og trúar menningu fólks og þú betur vitandi heldur en þessi vitlýsingur og fávitar sem eiga trú og svo líka að þú prestur þá má segja hvað sem er við þig. Og það eru örugglega fleiri stéttir sem upplifa þetta og ég held að sé svona aukin í gegnum neti auðvitað aukið stjórnleysi í samskiptum og fólk er að leyfa sér miklu meira heldur en að það myndi hitta mann á götu sem betur fyrir það var ekki er að raun yfir mann þar sko því maður getur þá blokkera fólk en ég er að segja sko og það er þetta sem er svo skrítið við þetta starf að þú ert svo bara, ég meina, svo hitt ég bara konu hérna áðan sem var að þakka mig fyrir yndislega stund og kveðjustund sem var með djúp og nærandi og mikil tenging og mikil fegurð og þetta gerist á sama mótninum að heldur einhver í þessi ógeð og er eiginlega samfærð það og svo er einhver sem þakka mig fyrir eitthvað sem var djúpt og fallegt og þú þarft svolítið mikið að vinna með sjálfsmyndina þina af því að þú ert svo sannarlega með lífið í lúkunum í þessu starfi og það er það ótrúlega auðvelt að stíga feilspor. En vá hvað ég er hissa að heyra að fólk í alvörunni bara sendi svona skilabóð. Ég bara ekki til orð. Já, ég er náttúrulega ekki hissa því að sko auðvitað, þú veist, ég er ekki hissa að því ég sé náttúrulega alls konar hluti sagði í okkar samfélagi sko og hérna og fólk leifir sér í svona engaskilabóðum en ég held sko þarna sko það er eitthvað sem gera verkum að það má drullu við fólk og það er auðvitað mjög hérna auðvitað freistandi að drullu við fólk sem að vinnur stöðut í tengslum stöðut sérst og í þessari vandar sem þjónustu. Og svo erum við líka náttúrulega búið að vera mjög lengi þessi hugmyndum það að sko, þú ert ekki faglegur, þú ert ekki fagmaður vegna þess að þú ert fulltrúi einhverja fornaldar hugmynda, þessi hugmyndum það er bara sett fram og þetta er bara búið að ganga á, sko, ef þú 30 kallmaður í Íslandi, það er social suicide að lýsa yfir því að þú eigi trú. Það er algjör, þú getur ekki gert það. Við erum stödd á einhverjum ofboðslega merkilegum tíma, þar sem að er búið að, sem að ég held að sé bara þjóðfélags sálræn tilraun í gangi, þar sem við erum einhvern veginn að taka allt sem við höfum treyst á og við erum að
að henda þið til og sjá hvað gerist vegna þess að í rauninni undir niðri svo ofboðslega vantrú á allar stórar sögur, öll stór kerfi, allar stofnanir og tilfinningi fyrir því að allt einhvern veginn sé að bregðast og hafi brugðist og það líka satt, það hefur sannarlega gert það og kristin kirkja hefur sannarlega gert ofboðslega mistök í sögunni og við verðum líka að horfast í augu við það og svo hér á Íslandi þá eigum þessi rosalega þetta svo merkilegt, þess vegna þessi tengsl svo innihaldsrík og merkileg vegna þess að maður skynjar það sem prestur, maður á svona alveg instant trúnað og raunverulega þú átt leyfi til þess að fara alveg inn í barnasjálfið, þú bara hittir prestu að tala við hann, þú ferð bara alveg inn í barnasjálfið og talar þarna með einhverja persónu og það má vera þannig, það á að vera þannig og þegar við erum mjög reið þá reiðustu þeim sem við treystum og mun ekki snúið okkur baki og það hlutverk og ég held að núna sé á meðan kristin kirkja í samfélagun okkar svolítið held ég og ég held að sem er holdt hún er svolítið svona turdandur að hrynja embættismennskan að skafast utan af og alls konar svona óþarfa farangur sem kemur alltaf kristin trú ekkert við sem er svolítið að hristast af og ég held að það sé bara mjög holdt og mjög gott og þess vegna það að við segjum þetta við erum ekki að kvarta við erum bara að lýsa raunverulegur stöð og þetta er svolítið svona eins og þegar bara barnið mann gagnrýnir mann það bara má það versta sem að gera sem foreldri það að verja sig á börnunum sínum ég held að geðtengslin þó sé mjög ásamlega að tala sókna börnunslíkt þá ekki að barn gera neitt og þá enginn takk sig á stöðu við erum faðir eða foreldri yfir öðrum en þá enga síður geðtengslin sem hafa þróast í gegnum aldirnar að almenningur upplifir þau sem eru presta þú færð eitthvað svona samtal eitthvað svona nánd sem að það verður þú mátt stoppa og vera í barnasjálfun og tala við einhvern og hann viðkomandi lánar þér taugakerfið sitt og hlustar án þess að þú þurfa að ritskoða sjálfa þig og það er rosalega holdt og það er ofboðslega nauðsynlegt þetta verður að vera til þetta er lýðheilsu spursmál við eigum þessa resursa Akkurat. Og það er mjög merkilegt að fá að vinna við þetta en á sama tíma verið að hrista þetta allt saman til og segja þetta ekki allt saman einn bölvu anskotans vitleysa Finnst þér það meira á Íslandi en í öðrum löndum að það sé svona gagnrýni á trú? Nei, ég held það nú ekki ég held að sé mjög mikið í vestræna heimi í Danmörku og í Þýskalandi veit ég að þar er fólk einfallega komið lengra það veit að til dæmis eru þau lög í Þýskalandi að ef það eru 12 börn eða fleiri í einum skóla sem eru á einhverjum tilteknu trúarbrögðum þá skulu þau fá fræðslu sína trú á forsendum þeirra játninga sem þau eru alveg Okay. En hér erum við bara að segja ekki að kenna börnum neitt trú og alls ekki að kenna börnum á forsendum fjölskyldna þeirra heldur á bara að fræða ofan og utanfrá þannig að við erum með mjög svona hugmyndum hlutlausa almannarýmið þetta er þjóðfélagslega gelgja hlutlausa almannarými er ekki til hver einasti félagsfræðingur sem hver einasti nemandi með BA-próf í félagsfræðum veit það að þetta heiti positivismi og hann var aflagður í hugvísindum 1968 hugmyndunum hlutlausa almannarýmið er gelgjuskapur og er bara tímabil sem að mun þurfa að ganga hér í gegn því að við erum svo ung þjóð þetta ástand ríkir ekki í Þýskalandi þetta ástand ríkir ekki heldur í Danmörku það er full vitneskju það samfélag manna í eðli sínu alltaf þannig að það er trúarlegseðlis við höfum alls konar sögur og sagnir og svona túlkunarramma sem í eðli sínu helgisagnir sumt þeirra stendur í Biblíunum, sumt í Kóranum flestaði stendur allt annar staðar og bara lifir sem svona sagnir með menningun og leiður ég að segja þetta
og lyfti hérna þessari bók, Batir frá tilgangsleysi, hún fjallar það, ég var að skrifa hana. Kemur út fyrir jólin? Hún var að koma út núna. Hún var að koma út? Yes. Allir út í bókabúð? Enda, ég ætla nú samt að segja, ég var nú ekkert að vorkenna mér, þó að þetta væri svona, ég bara að segja hvað er mikilvægt af því við erum að tala heilsu, til dæmis, að halda heilsu og varðveita heilsu, að það er svo mikilvægt að maður haldi jafnvægi og maður fari ekki bæði upp og niður eða að maður þegar einhver segir þú veist, þú ert fáviti og svo næst þú ert engill, já en ég er bara Jóna Hrönn, skilurðu, og ég er að gera mitt besta og ég geri það bara í bænum það að Guð varðveiti mér öllu sem ég geri. Þetta er svolítið mikilvægt. Það sem er að fallega við þetta allt saman og það sem að það sem er fallega, það er þessi trúnaður sem einhvern veginn liggur í þjóðinni, þannig að maður bara upplifir aftur og aftur mörgu sinnum á dag einhvern veginn alveg ofboðslega trúnað og samstöðu og það er svolítið merkilegt að upplifa það, þannig að það og svo kannski, þú veist, fer maður einhver staðar og fer á netið og þá er einhver sem að hraunar yfir presta í kirkju eitthvað skilurðu, að það er við þetta starfi, ég er náttúrulega búin að þjóna í 40 ár innan kirkjuna svona alveg samfleytt. Ég er bara svona að hugsa unga fólki sem er að byrja í þessu fæi og þessu hlutverki, þetta er ekkert grín. Ég er náttúrulega bara, þú veist, ég er náttúrulega löngu, ég meina, maður er búin að reyna eiginlega allt held ég eða flest allt í þessum málum, en ég er bara ofta að hugsa unga fólki sem er að byrja í þjónustunni og líka bara þessi mikilvægi þess sem að ég held að sé bara stór lýðheilsumál að við bara eflum almenna kurteisi og virðingu. Ég hef rosalega áhyggjur af ekki börnum og úlingunum, ég hef rosalega áhyggjur af fullorðnu fólkinu. Finnst þið virðingin lítil? Já, mér finnst fólk leyfa sér ofboðslega stór orð, miklar yfirlýsingar, líka fólk sem nýtur virðingar í þjóðfélaginu, maður getur ekki sett hvað sem er út og ég hugsa alltaf þegar ég hef svona minna gert af því en þú veist, ég hugsa það að ég hugsa bara, hér eru fermingabörnin mín, hér eru börnin sem ég er með í æskulistarfinu og úlingarnir, allt þetta fólk getur verið að lesa það sem ég seti út, þú hefur bara ekki leyfi Jóna Hrönn til að hrauna yfir fólk á opinberu vettvangi. Og hæst gleymir í tómri tunnu. Já, en þú veist, og að því við erum alltaf að tala um úlingana og úlingarnir séu með einhverja hnífa og eitthvað svona, svo eru bara fullorðið fólk, miðaldra fólk, eldra fólk, bara líka með hnífa sem að í andlegum skilningi. Þannig við erum að passa okkur á því að horfa ekki alltaf því við erum fyrirmyndir, þetta fullorðna fólk. Og náttúrulega unga kynslóðan, hugsaðu ykkur, nú erum að lifa svona tíma þar sem unga kynslóðan bara, eins og við spurðum einhvern tímann sátum við bara í heita pottum og bara spjalla við barnabörnin okkar og það var eitthvað að ræða samkynhneigð og við förum eitthvað að spyrja, heldur þú að þú sé hrifin af strákum eða stelpum og svona, og þá var eitt barnabarn okkar sem var 6 ára og sagði, ég veit það ekki, lífið svo langt. Og við erum við erum að lifa tíma sem eru svo áhugaverðir vegna þess að ég held nefnilega að mannsandinn hann er að þróast og þroskast og núna þegar við erum bara hvert sinn sem ég geng af almenningssalerni, ég veit ekki hvernig er hér í MH, almenningssalerni það sem eru bara öll kyn. Jú, er það þannig? Yndislegt, það var eitthvað sem hlærir með mér bara yes, vegna þess að hvað er verið að gera með þessu? Það er verið að segja, heyrðu, við nennum ekki þessum rembingi, við nennum ekki þessari skautun, við nennum ekki þessari kynjun, þessari tvíhyggju, þessari átaka menningu, við bara, og unga fólkið, það horfur bara í augun og okkur meðalkynslu og segir, ég veit það ekki, lífið er svo langt, ég veit ekki, ég ætla ekki að skilgreina kynhneigð mín eða kyn mitt í eitthvað eitt skipti fyrir öll, lífið er bara ferli og það er einhver þarna, raunveruleg friðar menning. Það raunverulega ástunda frið er fólkið í því að umfaðma lífið í fjölbreytileika sínum eins og það kemur og una því að við erum ófrágengin, við erum á leiðinni og eitt merkasti kennari sem bara heimsbyggðin hefur átt
hann hét Paulo Freire og var mikill heimspekingur og líka guðfræðingur og kennari, hann var frá Argentínu og hann sagði ég lít alltaf á mig sem kennara alveg sama þó hann væri hann var að vinna fyrir ríkisstjórnar allan heim ég alltaf kennari og þegar ég stendur frá bekki minn þá þarf ég að hafa það alveg á hreinu að ég ófrágengin ég á leiðinni og það gerir það að verkum að nemandinn minn sem í þeirri stöðu, hann nemandi og ég kennari, ég í minni stöðu en ég sé bara annan ófrágengin einstakling sem líka að læra og það gerir það að verkum að við getum átt samlíðun og virðingu og virk samskipti og það er þarna sem að raunveruleg friðar menning hljómar í mannsálinu og í taugakerfum okkar og í samfélaginu okkar og þess vegna held ég held að núna þegar einmitt það er svo mikið svartsýni í loftinu og tilfinningi fyrir því allt sé einhvern veginn í lausum, allt sé að losna á límingunum við horfum á stríð og hörmungar og svona mikil já, það er bara mjög margt erfitt að gerast í heiminum og svo bætast við hér náttúruhamfarir en við eigum unga kynslóð sem að ekki hrædd og ég held að við sem erum eldri við eigum að stígin í samtali með þeim og gera allt sem okkar valdi stendur og æfa okkur í því, aga okkur við það að horfa á lífið í gegnum augu unga fólksins. Hvernig horfi ég við þessu unga fólki? Og ég ætla einmitt að segja að því þú ert að tala samlíðun og þetta að það er svo fallegt. Ég tók eftir núna í þessum hörmungum Grindavík sem er hörmungar þeirra og þar lendur hörmungar allra af því við höfum öll að standa saman að mér þótt svo fallegt að allar þessi áhyggjur á dýrun og af því að Bjarni er að segja frá því í bókinni sinni hann er að tala að við höfum alltaf verið svo mannmiðlæg og nú erum við svo lífmiðlæg að mér finnst það bara þessar raunverulega áhyggjur af köttum að því ég var alveg upp í sveit og svona þú veist ég held svolítið maður alveg upp í sveit þá er maður ekki alveg eins lífmiðlega stundum að því þú veist það var náttúrulega verið að fara með í sláturhúsi og keyra yfir undan og eitthvað þú veist það var náttúrulega alls konar í gangi en það sem ég varst fallegt og ég hugsaði bara með mér að því að ég var prestur í Vestmannum við 7 ár og það var náttúrulega bara 20 ár frá því að ég hafði gosið og allir hefðu farið úr eiginu það voru ekki lengri tími þegar við komum okkur fannst það svo heil mannsaldur en það voru bara 20 ár og ég heyrði bara ekki neina umræðum getti og unda og hænur og kindur bara aldrei heyrt það en núna og ég hugsaði bara svona fyrst þar í svona byttu já fólki að hafa áhyggjur á köttunum svo ég segi með heyrði Jóna umhyggja fyrir dýrum hún hefur bara aukist og þetta eru líka framfarir þetta segir mann að fólk sér sem hluti af vistkerfi en ekki einhver einstaklingshyggju og þetta finnst mér alveg magnað og fólki var að fara þar sem að jörðin var að springa og allt var að myndast til að ná í köttin og hvort sem að mér leiðast nú kettir eða ekki að ég myndi mér aldrei fá mig kött þá bara fyllti þetta mig af einhverju fegur ég sagði bara hversu fallegt er þetta og við erum að tala páagauka það var líka verið að ná í búrin og ég hugsaði bara með mér Jónas, það er alltaf verið að tala vistkerfi og hlúa því og við erum að vera lífmiðlæg og við erum bara eitt vistkerfi getum ekki verið að flokka allt og nú er þetta að gerast fyrir augunmaður og vertu þakklátt kona Mér finnst líka bara fallegt hvernig þjóðin stendur saman. Allir að bjóða fram húsnæði og gistingu og fatnað og til að hjálpa Grindvíkingum. Mér finnst þetta bara svo fallegt. Kemur fram svo mikið svona... En ég ætla að segja ykkur eitt. Það kemur nákvæmlega ekkert óvart. Nei. Þetta þekki ég í íslenska sál. Og þú veist, hversu oft hefur fólk komið til mín með peninga, föt, gjafir og sagt bara, ég með endalisa sögur af því hvernig fólk hefur komið og til að gefa þeim sem í erfiðleikum eru fyrir jólin og svona sagt Jóna, ég vissum að þú þekkir einhverja einstæða foreldra sem þyrftu á peninga að halda. Íslendingar eru
þeir eru sko með svo miklu meiri gegnum aldirnar og hafa haft hann áttin að vera miklu meira í verki en orði. Já. Það líka til fólk sem bara í orði, en Íslendingar eru í verki. Ég sko alltaf stolt þegar svona kemur upp að ég skuli tilheyra þessa þjóð. Sko eins og ég get orðið pyrruð á þess á milli yfir ímsu ókurtis sem ég tala að þá þarna bara eitthvað algjörlega hreint og tært. Þetta tvennt, þetta annars vegar... Kannski má ég nota hreint og tært. Ég bara segja að það eitthvað ofboðslega alvöru. Já. Alvöru manneskjur með... Og ég ætla líka að segja, þetta ekki endilega fólki sem á alla peningana eða allt. Þetta oft líka eins og eirir ekkjunar, sko. Þetta líka oft fólk sem að gefa litlu. Já. Það líka svo beautiful, sko. Ja, það sem nefnilega, þetta, sko, gæskan, það að hafa samlíð með náunganum, það eitt og það langþróað með þjóðinni, þessi samstæða, þetta sáum miljónsinnum í Eyjum, fólk að verða að rífast smámanni og svo bara gerðist eitthvað og stóð allir saman sem einn maður og þetta sjáum við iðulega í íslenskri menningu. En breytingi sem núna að verða hins vegar, hún liggur í hugarfarinu það hvernig við raunverulega skilgreinum okkur, erum við aðalega atriði heimsins hérna Homo sapiens eða erum við þáttakendur í vistkerfi og það þessi breyting frá mannmiðlægni yfir í lífmiðlægni sem eiga sér stað og hún mjög áhugaverð og hún varðar nefnilega fríðarhorfurnar í heiminum. Og það sem hefur gerst það, annars sko núna alveg á síðustu metrunum í íslensku samfélagi, við fáum hérna fyrst kom COVID og sýndi okkur, sko, þar kom þessi veira sem horfir á okkur mannkinn, sko, sér okkur rétt augum, sér okkur bara sem girnilegan lífmassa, alveg saman hvort við heitum Boris Johnson eða Jóna Jóns, og svo fengum við einmitt jarðhræringarnar og alla þessa skjálftavirkni og eldgos, sem að færa okkur heim, sko, bara minna okkur enn á að við erum nýkomin hér inn í jarðsögulegu tilliti og að við tilheyrum, sko, við erum þáttakendur í vistkerfi þar sem að á ævafornri jörð sem svo ævaforn og sjálf erum við svo forn líffræðilega afurð og við erum þáttakendur í undri og við verðum að virða það. Ef við virðum það ekki, þá mun vistkerfi bara losa sig við okkur og enginn saknar okkar. Spurningin bara, heyrðu, ætlum við að virða leikregluna sem voru hér áður en við komum eða ætlum við ekki að gera það? Hér út gluggan horf ég beint á Esjuna, stórkostlegt útsýn hér út gluggan. Sko, Esjan, hún var hér, sko, og hún verður hér þegar við erum öll farin. Alltaf glerhár og glæný, sko, og alltaf flott. Við verðum að sjá lífið við verðum að sjá okkur í raunverulegu samhengi og þessi mannlegi hroki að hefja svo upp yfir allt og einhvern tíma datt einhverjum í huga að segja, heyrðu, það enginn sem á Esjuna, það einhver að eiga Esjuna. Þannig held ég að ég man eftir þessari umræðu að vartaði bara, heyrðu, það einhver að eiga Esjuna, annars þetta bara fján hyrðis. Þvílíkt. En þetta ótrúlega áhugavert og svo líka bara við erum endalaust núna búin að vera að upplifa þessi eldgós og allt það að þetta sko, þetta kallar á ákveðna svona auðmýkt gagnvart náttúrunni. Yeah. Við erum bara, og ég bara sko, og svo líka það sem ég að upplifa núna og við, að svo þetta svo fallegt samfélag í Grindavík, að það fólk á öllum þjóðernum. Fólk sem búið að sko koma sér fyrir, búið að sko blómstra, eignast húsnæði, vinna og þarna bara fólk frá Tékklandi og Póllandi og Venezuela og öllum þessum löndum og allt þetta fólk, ég meina þú færið aldrei neina leiðilega fréttir frá Grindavík. Skilur, bara allt þetta fólk búið að lifa á þessum fallega stað við sjóin, við hafið og blómstra og af sko ólíku þjóðernum, ólíkri menningu, ólíkri trú í Grindavík og svo bara þegar allir flýja þá bara uppgötu, vá, já þarna fólki þaðan og þessu fólki bara semur og þetta blómstrandi umhverju, þess vegna þetta náttúrulega svo hræðilega sorglegt og svo ofboðslega átakalegt að það kannski leysist upp heilt byggðalag vegna þess að þarna sjáum við einhvern veginn raungerast Ísland í dag eins og Ísland raunverulega af því við, sko, maður hefur ekki heildarsýnina og svo fær maður núna svo mikla þekkingu með því sem fólk að segja
og bara aðstæður þessa fólks og bara einmitt ég bara svona, bjó svona margt fólk í Grindavík, ég var bara þar. 4.000 manns? Já, ég var bara ekki þar, ég vissi það ekki. Þetta mjög mikilvæg punktur. Þetta náttúrulega Grindavík stórmerkilegt. Þetta hvenær eru einhver átök á milli hópa þar? Bara aldrei. En samt erum við með fólk allstaðar aður heiminum, með allstaðar, með ólíka menningabakgrunn, trúarbakgrunn, hvað sem er. En þessu fólki gengur svona vel að búa til þetta fallega samfélag. Að því að einn annan punktu við þetta, það sem hefur áhrif á heilsu, það er talið að tilheyra einhverjum hóp. Það hefur rosalega mikil áhrif á heilsun okkar. Og þarna greinilega upplifa allir bara þeir tilheyra. Það er bara búið að gera þarna fallegt samfélag. Og heyra hvernig fólki með talar. Það finnur að það elskar byggðarlagið sitt. Já. Og það náttúrulega, núna það að gangi í gegnum svona ofboðslegar, ég meina að vera í alvöru rifinu frá rótum, vegna þess að jörðin að gliðna til fótunum á þér og heimilið sem að þú átt bara, það sunkar niður halva metra eða heilan eða þetta ég held að þetta alveg voni okkur, en ég held að maður sé ekki fyllilega að gera sér grein fyrir því hvað þetta mikið, af því að þarna þarna eru rætur fólks og fólk að koma víða og það akkurat búið að leggja mjög mikið á sig að byggja upp fallegt samfélag og það sé framtíð barnanna sinna þarna og sína framtíð og fjárhagslegt öryggi og líka að taldu dýrin aftur að ég man ekki hvað var mikið að hænum og ég mitt hugsaði líka hvað fallegt að búa svona nálægt Reykjavík og þú getur bara með kindur og hesta og hænur og það bara, þetta allt þarna í þessu fallega stað. Ég náttúrulega með þetta á heilanum, þú veist, ég byrja bara kl. 7 á morgnana að fara í gegnum auðvitað eins og við öll bara, alla fjölmiðla, hvort eitthvað gerst í nótt, við erum náttúrulega auðvitað öll með þetta bara í hjartanu, þó við séum ekki öll í þessum vondu aðstæðum, þá erum við með aðstæðunar í hjartanu. Erfiðleikar þjappa okkur saman. Já, og líka bara, og svo maður bara, náttúrulega, það skrítið að segja það, svo þetta fólk sem í þessum ofboðslega erfið aðstæð, það á sama tíma að kenna okkur svo mikið. Það það endalaust. Æðrulaust. Já, líka bara að segja okkur hvernig líf fólks og hvernig getur verið gott og allstaðar aður á heiminum og þú veist, við erum bara að taka líka inn svo mikla þekking. Og þess vegna geta svona aðstæður, hugsaðu hver munurinn á sjáu, þarna áfall sem verður vegna, og það engin mannlegu máttur sem ræður við, það hjálpast öll orka, allir krafta sem við höfum hjálpast við það að draga og láma, hafa skaða minnkandi nálgun og þess vegna verður það sem þarna að gerast, hvernig sem það fer, þá veit íslensk þjóð núna, heyrðu, í einhverju mjög mikilvægum skilningi mun allt fara vel, ekki vegna þess að við vitum hvernig, heldur bara vegna þess að við vitum við stöndum saman. Það verður merking, það verður tilgangur, við sköpum tilgang, meira segja í gegnum náttúruhamfarir, megnar mannshugurinn og samfélag manna að skapa tilgang ef það stendur saman. Svo horfum við yfir á Gaza, það merkingarleysi, það tilgangsleysi, það grimmdin og heimskan uppi vaðandi og við erum skorin að innan í sáli og hugsaðu ykkur hvað er ólík þjáning að verða vitni af því sem gerast í Grindavík eða vitni af því sem gerast í Gaza. Annars vegar mannleg grimmd og heimska í nýjum hæðum og hins vegar mannleg samstæða og félagsleg fegurð. Það við erum að tala um mannlega þjáning á báðum stöðum. Já. En við getum að það akkurat í þeirri mannlegu þjáningu erum við að upplifa alls konar óendarlega fegurð sem að eitthvað sem að fyllir okkur af von meðan að hitt bara í alvöru helvíti. Og svo mun það gerast, svo vitum við, ekstra djúpt inni vitum við og þetta grimmdarbál sem þarna á sér stað í Gaza og þessi djöfulskapur, nei, þetta ekki því raunverulega vald, þetta sýndarvald, þegar upp staðið, þá mun kærleikurinn og samstæðan sigra.
þegar upp staðið, þá eitthvað í manneðlinu og í eðli bara veruleikans og náttúrunar við, það er einhver, við leitum bata, við leitum ljós, við leitum heilbrigðis og það vera heilbrigður. Að því að við erum einmitt hér að það er svona undirliggjandi þema þessara þátta, eitthvað dýrasta skilgreining á heilbrigði sem að ég veit hún er frá heimspekingi sem heitir Marta Nussbaum og núlifandi starfur í Bandaríkjunum. Hún segir, heilbrigði ekki að vera hress. Að vera heilbrigður að vera berskjöldum manneskja sem að efast og þjáist og veit það. Og með því að við vitum, með því að við bara unum veruleika okkar eins og hún hverju sinni og tökum stöðuna frá þeim stað þar sem við erum stödd og lifum ekki í yfirborðsmennsku og eða í einhverju skautun og einhverjum átökum og heldur bara viðurkennum, við erum öll á leiðinu, við erum öll ófrágengin. Og þess vegna finnst mér nefnilega að því að svo komum við hérna sem hjón, við erum alltaf bara mjög fyndið hjón, að okkur hefur, ég svo þakklátt fyrir það, Jón myndist á að tala börnun okkar og allt það og einmitt, það sem við eigum það að við vitum að við erum mjög ófullkomni hjón. Það er enginn sem heldur, enginn sem þekkir okkur heldur við sem að lífi fullkomni hjónabandi, það heldur enginn en við vöndum okkur og eitt af því sem við höfum gert það að við höfum alltaf í gegnum all okkar vinnu og allan okkar tíma þar sem við höfum verið alltaf bara við höfum aldrei lifað dag sem ekki hefur verið hlaðið verkefnum, bara aldrei í öll þessi ár, 30 eitthvað 4-5 ár sem við erum búin að saman 36 við tökum alltaf dagbókin okkar og við tökum helgar og við tökum vikur fyrirfram með löngu fyrirvara og við höngum á þeim eins og hundaróði, þarna eigum við tíma fyrir okkur. Og þetta er eitt af því sem við gerum til þess að lifa. Það er svona fyrirfram skipulag það bara eiga tíma fyrir okkur og við seljum það aldrei frá okkur. Og síðan eru fleiri þættir sem við höfum svona fyrir svona reglur til þess að varðveita heilsu okkar en aðal ástæðan það sem ég held og ég veit að við erum sammála aðal inntak allrar heilsu það er að lifa tilgangsríku lífi. Við erum eina dýrið á jörðinni sem getur dáið á tilgangsleysi. Áhugavert. En þá komum við mitt svolítið að þessu sem að mig langaði svo mikið að ræða við ykkur, það er hjónabandið eða sambönd, það er ekki allir sem gifta sig en samt stór hluti Íslendinga eru skírðir og giftir trúarlega, þó þeir segist svo ekki trúa miklu. Er það ekki pínskrítið? Jú, en það er líka yfir 90% af öllum útförum fyrir fram í kirkju. Já, líka og það er miklu stærri hlutfall heldur en brúðkaup hjónavígslur. Þeim fer því miður fækkandi í kirkjum og segi ég að því að mér finnst þetta svo yndislega stundir en það á ekki við útfarir, það er mjög merkilegt að sjá það. En hver er uppskriftin af góðu hjónabandi? Hvernig var nú að segja ýmislegt? Ég ætla nú samt að segja það að ég bið alla gangi hjónaband, hvort sem það er hjá sýslumanni eða hjá presti, að þeirri einföldu ástæðu fólk sem á eignir og börn og slíkt, það fólk á ekki að taka lífinu eins og aldrei muni neitt geta komið upp á. Og ég hef sem prestur séð náttúrulega þess að fólk hefur ekki gengið hjónaband með börnin sín og allt og það hefur bara valdið meiri streitu og erfileikum við kannski makamissi heldur en hefði þurft að vera. Þannig að ég segi það nú við fólk að það á bara að ganga frá þessum hlutum og það er bara í því felst ákveðin auðmýkt gagnvart lífinu eins og við þurfum að sýna eins og gagnvart bara íslenskri náttúru. En ég held nú að það er nú alls konar góð ráð varðandi hjónabandið. Ég held að besta ráðið sé það að vita það að maður geti lifa án maka síns.
Já, ég skildi. Já. Að ég geti, sko, ef ég bara lifi, í hjónabandi, ég veit að þó að þessi maður var ekki hluta lífi mínu, þá væri ég samt að lifa tilgangsrísku og góðu lífi og það ekki hans að gera mér hamingjusam eða hossa mér eða gera, sko, bera ábyrgð á því að mér líður nú vel þennan daginn, skilur að ég ber ábyrgð á því og hann ber ábyrgð á sér og svo leggjum við að mörkum að glæðja hvort annað og auka svona gæði í samskiptum en að bara maður muni það að sko ég ber ekki ábyrgð á maka mínu, ég ber bara ábyrgð á sjálfum mér og ég segi þetta svo ofta fólk sko og ef þú ætlar að lifa þannig að makiðin beri ábyrgð á þér fjárhagslega, félagslega og tilfinningalega og það fer eftir í hvað hann hossar þig mikið, hvað þið líður vel og þetta mjög vond uppskrift og mjög mikilvægt að fólk gerir sér einhvern veginn grein fyrir því að það eiga maka sko það eiga jafningi sem gengur hlið við hlið á lífsins vegi og þið getur skipt með ykkur verkum en þið beri jafna ábyrgð. Já, þetta fallegt. Já, og þetta líka ákveðið raunsæi. Já, ég fekk ótrúlega uppljómun fyrir mörgum árum þá vorum við hjónin bara gangi gegnum erfiða tíma eins og flest hjón gera og við leitum til dæmis til Bjarna. Manni í sálgæslu, en ég fór að hitta einhverja konu sem var, ég held hún hafa verið alveg áttræðið eitthvað, allavega hann mjög fullorðin og ég man, hún sagði við mig hann svo leiðilegur, það var hann að tala um manninn sinn hann svo leiðilegur og ég bara má þetta bara, þetta var svona uppljóðum fyrir mér, má ég bara segja vákan leiðilegur, ég hefði einhvern veginn aldrei hugsað að ég mætti bara tala svona og ég hugsaði, ok, vá auðvitað að stundum leiðilegur auðvitað ég stundum leiðileg þú veist, þannig bara lífið og það má segja þetta upphátt og fyrir mér var þetta svona ákveðin uppljómin og þetta bara kveikti eitthvað svona nýtt bara opnaði nýtt hólf í heilanum Sko, Bjarni ekkert sérstaklega leiðilegur en hann getur verið stundum alveg ofboðslega þreytandi ég náttúrulega bara búin að segja hann sko, hann svo obsessed eða hvað maður segja hann svo mikill hugar ljómun yfir alls konar og fær svona hlut á heilan og þá verður hann ótrúlega þreytandi og hann alltaf einmitt, ég svo fegin að tala alla heimspekinguna sína og þetta í viðtælunni hérna í dag sko, já hann oft náttúrulega að tala og það alveg skemmtilegt sko en í 10. sinn getur orðið þreytandi en ég held að það sé líka þú veist, það fer líka sko hvernig þú talar bæði makaðin og við makaðin það líka sko Bjarni bara hlæra þessu líka vegna þess að veita að ég ber mjög mikla virðingu fyrir honum og ég ber mjög mikla virðingu fyrir þekkingans og þekkingaleit og ég ber líka virðingu fyrir öllum hans ástríðum en það getur stundum orðið þreytandi. En það bara eðlilegt. Sko, fyrst fer maður í töðan á sjálfum sér. Guðblæði fyrir töðan á sjálfum sér. Alveg bara. Og svo fer makinn í töðan á manni. Ef að makiðin fer ekki í töðan á þér, þá ert ekki mjög tengd honum. Sko. Auðvitað fer makinn djúpt í töðan á manni. Og af því að það, sko, í hverju einasta hjónabandi skýt með hvort að það pússa saman í kirkju eða wherever, sko, í hverju einsta hjónabandi það í eðlisinu verallu stofnun þetta sko, bara í ástarsambandum stendur fólk það nærri að það ógjörningur annað en að maður pirrist en akkur er þetta svona vinsælt sko, þegar barn lærir að tala þá einhver fyrst orðan sem það tengir eru sjáðu mig þetta bara þrá hverjar einustu mannsálar sem byrjar að tala hér á þessari jörð og fyrst snýr þetta að foreldrum og þeim sem standa mann næst í klaninu síðan byrjum við að reiknast vini á jafningjagrundvelli og svo þegar þroskin kemur og opnast og stórkostleg möguleiki að gera ferðislega sáttmála ást við annan jafningja sinn og hvað sá sáttmáli hann nákvæmlega þetta viltu sjá mig hvernig sunga vill einhver eiga 49 ára gamla mann sem hefur atvinnu var það ekki þessaflokkur sko, viltu sjá mig þannig að heilbrigt hjónaband eru bara tveir einstaklingar sem ganga hlið við hlið og sjá hvornan já og svo þegar maður giftur þetta nákvæmlega stundum þarf ekki hlutnur einmitt ganga hlið við hlið í jafningi samskiptum og sjá hvort annað í alvöru sjá þetta var alltaf gott
þetta er mjög gott og þá bara kemur til mín að segja og að þið vorum að tala um hjónavígslur sko það sem ég elska við kirkjulegar hjónavígslur er það að svo þegar búið að spyrja spurningar sýslumannsembættisins er það einlægur ásetningu þinn að ganga þig og svo framvegis fólk búið að svara já þá gerist það að brúðhjónin að fornum 2000 ára gamlum kristnum sið krjúpa niður á Skeljarnar hvað eru þau að segja með því? Þau eru nefnilega að segja, heyrðu, við ætlum ekki bara að vera að laga tæknilega hjón, við ætlum einmitt að ganga á hnjánum hlið við hlið. Já, veri í auðmýttinni og sjá hvort hann að setja okkur í hvort í annars spór. Og þess vegna þessi gamli siður, ég sökka fyrir honum. Já, mér finnst þetta svo fallegt þegar brúðhjónin og þetta náttúrulega ekki öðrum hjónavíkslum að það krjúpa. Og mér finnst það algjörlega stórkostlegt og ég nefnið oft sko hvernig þau bara, við ætlum ekki að ganga fram í hroka í samskiptunum við hvort annað, við erum tilbúin að krjúpa og líka bara þú veist og þykja æðri mátt sko, það er líka það. Og við þjónum hvort öðru. Já. Ég spyr alla að því hvað er heilsa fyrir þér? Já. Af því að það er ekki sama fyrir alla. Sko, þetta er rosaleg spurning. Það er sko bara að heilsa fyrir mér er að geta verið sko tilfinningarlega, fjárhagslega og félagslega sjálfstæð. Sko ef ég get lifað þannig og þá held ég að það myndi allan auka mína ég býfi góða heilsu, myndi auka mína heilsu. Þannig að ég rauninni bara varpa því hér fram. Já. Ég segi í bókinu minni Bati frá tilgangsleysi sko þetta fjallar einmitt um það sko ef ég hef ekki heilsu ef ég er ekki í bata þá er ég að tapa lífinu, þá er ég að missa, þá er ég að lifa þá hefur lífið mitt ekki tilgang. Við þurfum akkurat að sko, það að hafa heilsu í sko til líkama, sál og randa það er náttúrulega bara kjarni máls og þar ber maður ábyrgð, það ber hver og einn ábyrgð á sinni heilsu. Mín skilgreining, ein sem ég legg fram í bókinu þetta, bati er það að vera farvegur, næringar og fegurðar. Að vera veitull, lifa sko næra og miðla fegurð í eigin lífi. Og þú ert það sem þú miðlar. Ef þú miðlar heilsu, ef þú miðlar lífsmöguleikum, ef þú miðlar tækifærum, ef þú miðlar næringu í umhverfinu þá áttu það sem þú miðlar. Þú ert það sem þú miðlar. Ég veit við getum örgulega að tala inn í allan dag. Ég eftir að spyrja ykkur margra spurninga en ég veit þið eru tímaþröng. Kom aftur. Já, er það ekki? Komið ekki bara aftur, mér finnst vel að það. En ég ætla bara að enda kannski að spyrja ykkur, hvernig getur trú haft áhrif á heilsu okkar? Loka spurning. Sko ég náttúrulega, ég heyriði einhvern tímann þessa skilgreiningu sem er mjög falleg sko. Þetta að lifa þannig maður sé umlukin einhverju miklu meir en maður er sjálfur. Sko, og í mínum huga sko, er það ekki að gera mig smærri eða heldur, það veiti mér sko, ákveði svona sko, öryggi og líka ákveðin svona auðmýkt að ég er ekki stærst og mest, sko, það er til eitthvað aðra en ég og mér finnst það hefur mjög mikil áhrif á mína sjálfsmynd og svo bara það sem að hefur haft svo ofboðslega mikil áhrif á mína heilsu, það er bænin. Bænin er bara andadráttur trúarinnar og ég veit ekki hvernig ég gæti starfað og bara verið ef ég ætti ekki bænina. Og það bæði að sko geta beðið til íhugunar og bara andleira næringar og það vera kallaðu til þess að biðja fyrir öðrum, vera fyrirbíðandi. Og ég mitt í dag er að hitta 15 konur og við erum bara að koma saman, við bara hittust í klukkutíma, setjum fram öll bænarefni sem er sko alls konar, bara fólk út í samfélaginu, grindvíkingar, alls konar málefni. Við setjum tökum saman bænarefnin og tölum bænasvör
og svo endum við á því að bera allt fram í bæn og þetta samfélagi búið að vera til síðan 2008 og við erum bara sko, það er allir ómögulegir þið get ekki mætt og það er bara þetta að finna samhugin sko að biðja en það segir trúin sko kristnat að þessu 2 eða 3 eru samankomnir í mínu nafni, það er í mitt á meðal að þú veist, við bara þú veist, þetta er svo gefandi, þetta hefur svo mikil áhrif á mína heilsu og ég er alveg viss það að ég hefði einhvern tíðan komist í þrot ef ég ekki átt bænina í því álagi sem ég er oft inn í. Það er bara algjörlega sko stórkostlegasti hluti trúarinn í mínum huga. Ég tek undir það. Ég finnst það ég held að allt fólk sem raunverulega sko bara á trúarlíf, á innra líf og á geðtengslu við æðri mátt. Sko, ef ég á geðtengsl við æðri mátt, raunverulega, bara frá sálfræðilegu sjónarhóli og bara heilsufasslegu sjónum með þessi. Sko, þá þarf ég ekki að vera sjálfur Guð almáttugur. Þá þarf ég ekki að vera upphaf og endir alls. Og heldur má ég ástunda ég má hafa rangt fyrir mér, það er í lagi að gera mistök, það er í lagi að vera ófrágengin, það er í lagi að vera takmarkaður, það er í lagi að vera sundraður, það er nú komið hugtaki synd, sem er eitt misskildasta hugtak, trúarhugtak heimsins sko, synd uppsólan, það er því við erum sundruð, það er bara í lagi að vera yndislega syndur, yndislega sundraður, yndislega ófullkomin og þetta leyfi til þess að vera á leiðinni. Og það gerir það verkum að svo manneskja svo raunverulega á æðri mátt í hjarta sínu og á bæninni í hjarta sínu. Hún getur ekki hitt annað fólk og raunverulega fundi hjá sér djúpa löngu til þess að hrókast yfir eða að finna sko verið í einhverju samanburði. Svo manneskja svo raunverulega trú getur ekki ástunda samanburð við annað fólk. Og það er eitt eitt höfuvandamál allrar vanvirkrar hegðunar er samanburður og ásökun og sektarkennd og tilfinningi fyrir því að vera aldrei nóg. Og þess vegna er trú, einlæg trú, heilbrigð trú, hún er heilsueflandi, hún er lífgefandi, líka frá sálfræðilegu og læknisfræðilegu sjónarmiði. Það er bara þannig og ég tek undir þetta með það að eiga sko bæna og trúar samfélag. Ég var hérna því ég með mína stofu bara inn í Síðumúla, svo þegar ég sá að hugarafl, mínu vinir, voru bara komin hérna hinn með göttunni í Síðumúlunum og spurði ég Auði Axels og þau sem eru þar, heyrðu, má ég vera með svona bænastundir þarna, má ég fá lánað húsið? Og svo er bara, sko, og þetta er opið, maður þarf ekki að vera með geðrænar áskoranir til að fá að vera með, það er bara með öll vera með sem vilja, þó að hjálpi hafa geðrænar áskoranir, að það er alla miðvikudaga, bara auglýs ég mér, 12:15, alla miðvikudaga í Hugaraflshúsinu, bænasamfélag. Fyrir allt fólk. Og það er, og þegar heiminin opnast og bara, og það verður heilagt og það bara kemur þessi himneska birta sem bara Guð gefur þegar fólk biður saman og þú bara finnur og þú veist að djúpt í vitundinni, í innsta kjarnaðinum, heyrðu, þetta er allt í lagi, það fer allt vel. Það er grundvöllurinn sem að þar er á æðruleysir heima. Já. Er þetta ekki bara flott loka orð? Jú, ég leyfa honum eiga síðasta orðið. Að því að þú hefur alltaf annars. Æðislega, bara takk fyrir að koma og ég er alveg viss að ég fæ ykkur kannski bara eftir ár. Yndislegt að koma. Takk fyrir að kalla í okkur. Já, dásamlegt, bara takk.